Viska til frelsis, 39. kafli, syndir. Oft talað að vera syndugur og eða lifa í synd. Hvenær maður syndugur og hvenær lifir maður í synd? Sá sem breytir gegn alheimslögmálunum og lifir ekki í takt og samhljóm með Guðsorkunni, lifir í synd. Það í raun eðli og tilgangur jarðnesk lífs að lifa í syndugum heimi og fara gegn alheimslögmálunum og vera aftengdur Guðs orkunni. Það sá lærdómur og upplifun sem sálin að leita að þegar hún líkamnast hér á jörðinni. Sá sem lifir í sannleika, kærleika og einingu alls sem er syndlaus maður. Sá sem blindur á sannleikan lifir í synd. Sá sem lifir í ótta lifir í synd. Og sá sem illur og vondur við aðra lifir í synd og sundrung. Því má segja að sá sem óttasleginn í lífi sínu sé syndugur maður. Óttin leiðir af sér vanlíðan og þjáningar og framkoman við aðra getur á stundum orðið neikvæð og ill. Því óttin dregur fram hið illa. Margir lifa í synd án þess að gera sér grein fyrir því. Syndirnar mismiklar og hafa mismikil áhrif á líf annarra. Sumir lifa í eigin synd og óttaslegnir án þess að bitni beint á öðru fólki. Aðrir fara fram og stela og ganga yfir aðra fyrir eigin hagsmuni og til að ná sínu fram. Slík framkoma gengur þvert á einingu alls sem þar sem allt eitt. Slík framkoma fjarri Guðs orkunni. Þegar fólk loks átta sig á framkomu sinni og hegðun og átta sig á að þetta ekki hinn rétta hegðun, þá iðrast fólk og breytir hegðun sinni til betri vegar. Þegar það átta sig á syndinni reynir fólk að bæta ráð sitt til betri vegar. Þetta fyrsta skrefur í átt að opnun til sjálfsmeðvitundar. Það aldrei of seint að iðrast gjörða sinna og synda og biðja sjálfan sig og aðra fyrirgefningar. Guð fyrirgefur okkur misgjörðir okkar og tilbúin að taka á móti okkur þegar við tilbúin að breyta hegðun okkar og framkomu. Þessi umbreyting getur tekið allt lífið en einnig getur þetta gerst á nokkrum árum. Það fer eftir hverjum og einum hversu hart þetta gerist. Sá sem vaknar til sjálfsmeðvitundar og byrjar að fara yfir líf sitt sér nú loks og skynjar að hann hefur ekki breytt rétt með framkomu sinni gagnvart sjálfum sér né öðrum á lífsleiðinni. Hann fyllist eftirsjá og finnur fyrir sorg í hjarta sínu. En það hluti að því að bæta sig og þroska sig upp í hærri meðvitundu. Þannig lærum við að verða betri manneskjur og lærum að mistökum okkar og misgjörðum. Lærðu að sættast við fortíðina og það sem liðið Lærðu að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum með hjarta þínu og meðvitund þín og andlegu þroski munu hækka. Að lokum lærið þú að synga ekki framar og skuldir þínar uppgerðar og þú byrjar að lifa í samhljóm og takt með Guðs orkunni í líkama þínum. Þú öðlast loks þann andlega þroska að þú sérð og skynjar hvað synd og hvað ekki. Að lifa í ótta og vera blindur á sannleikan synd, á meðan hinn kærleiksríki og sá sem opnað hefur augun fyrir sannleika alls sem syndlaus. Þroskaðu þig andlega og hækkaðu meðvitund þína og byrjaðu þannig að lifa í takt og samhljóm með Guðs orkunni og þú munt ekki synga framar.